Takk fyrir. Mér finnst alltaf dásamlegt að fá að koma og skemmta á þessum viðburði á hverju ári. Mér finnst safnanir svo spennandi. Íslendingar séu mjög flinkir í að halda safnanir. Mér finnst mjög spennandi þegar það eru haldar safnanir fyrir Íslendinga. Það er bara ein þjóð sem að gefur Íslendingum peninga þegar eitthvað er að. Það eru Færeyjar. Það eru einu vinir okkar í heiminum. Og hvernig launum við þeim? Við gerum grín að þeim. Við segjum Færeyinga brandara. Þeir koma og lána okkur pening í bankahruninu, 6 milljarða. Við vorum bara, já, takk fyrir það. Bankin ykkar heitir Sparikassi. Er það alvöru kassi eða hvað? Þetta er nefnilega svo ótrúlega skrítið að einu vinir okkar, þeir eru næstu alveg eins og við erum bara, já, þegar þið segir nagladekk, þá segir þið píkadekk, já. Færeyingar gera grín á okkur, við bara vitum það ekki. Fyrsta íslenska flugvélin sem lenti í Færeyjum, það stóð á henni neyðardyr, það var hlegið í mánuð í Færeyjum, það er aumingi á færeysku. Það lítur að vera magnað að vera Færeyingur sem flýgur með Icelandair. Flugfreyjan tekur ávarpið. Góði farþegar, það eru 8 aumingjar borð í þessari flugvél í dag. 2 aumingjar fremst, 2 aumingjar aftast og 4 aumingjar á vængsvæði. Í neðatilfelli athugið að næstu aumingi gæti verið beint fyrir aftan ykkur. Notið aumingjan, góðar stundir. Mér finnst gaman að hlusta á flugfreyjur taka ávarpið því ég skil þær, en ég skil aldrei flugstjóra sem tekur ávarp. Hvaða þvoglumæltu menn fá þetta jobb? Þeir stoppa myndina mann sjá Icelandair til að maður geti heyrt og taka eitthvað svona já, komið þessari góði farþegar, ég geti komið í dag, ríka 4-5 klukkutíma hlutlanda á Heathrow, það ná til smá veltingur hérna yfir Atlantshafinu, þannig gamla sem frá Fjarstöð, Pétur Einars. Nú, jónutið þjónustunni í dag, og þegar það er búið, þá er maður bara, hvað? Þá kemur það aftur á ensku. Þetta er ótrúlega furðulegt. Ég held að þetta sé bara, þeir sé ekki einu svona tala. Þeir eru bara með gamla batteríslausa rakvél fram í klefa. Svo bara að koma ávarpinu, já. Það fattar þetta enginn maður. Eina skipti sem ég hef komist upp með að vera þvoglumæltur opinberlega, það var þegar ég fermdi mig. Ég kann ennþá trúa játninguna nákvæmlega eins og ég flutt hana. Ég trúa hérna ekki. Amen. 180.000 kall í reiðufé fekk ég fyrir að segja þetta. Það hljóta að vera besta jobb í heimi að ferma sig bara. Mæta á hverju mánudegi klukkan 9. Takk fyrir þetta, frændi sem ég hef aldrei hitt. Takk fyrir. Þetta kemur sér enda vel líka í spurningakeppnum að vera þvoglumæltur. Ég horf alltaf að Gettu betur og ég skil aldrei hraðaspurningarnar. Sérstaklega það MR er að keppa. Þeir vinna alltaf, því þeir fá aldrei ránt. Þeir svara bara hraðar en hinir og þeir fá rétt. Alltaf sama trikki bara, komið MR, hvað heitir höfuðborgin í Turkmenistan? Rétt. Hver er forsætisráður á norðurísku heimastjórnarnar? Beljan! Rétt. Hver er að fara að vinna Gettu betur á MR? Rétt. Og svo bara fara þér heim syngjandi á latínu, bara Gaudeamus sigitudo. Eins og maður sé eitthvað gáfaður ef maður læri latínu. Maður er mjög heimskur ef maður læri latínu. Í hnotskurn er það bara, ég er að fara að læra latínu í 4 ár. Já, hvernig ætlar að tala við? Engan. Þetta er svo gamalt tungumál að sko, tölustafirnir eru bókstafir. Það myndi aldrei virka í dag. Það hefði engin tíma, bara í rektinni verður bara vaff, Arnar Grant, bara koma svo, viðbót, x, hvað lyftir oft, x, góður, gef mér vaff, það myndi aldrei virka, aldrei, en hvenær gagnast það mann í lífinu að vera góður í hraðaspurningum? Ég skal segja ykkur að það er eitt skipti sem það kemur sér vel að vera góður í hraðaspurningum. Það er á Subway. Það er í eina skipti sem að græðir á því. Það er mikið að gera. Hvernig bröðu viltu fá? Parmesan oregano, rétt, 6, 12 mig, hita, rista, hita! Og þetta er komið út í kálið, þá er þetta bara orðið að vísbendingaspurningum bara. Kál! Tómatar! Súrgúrgur! Svartarólur! Röðlaug! Hallemann já! 2990. Pass! Þetta er takk kærlega fyrir mig og ég hvet alla til að skrá sig sem heimsforeldra. Takk fyrir mig.